Jæja, þá erum við félagarnir komnir í Fnjóskadal og ég ætla aðeins að fjalla eins og raunar í flestöllum hinum þáttunum pínulítið skipulagsmál og svo aðeins hús. Ég ætla líka að fjalla fyrirbæri sem heitir þróunarreitur. Orðið þróunarreitur eða þróun í mínum huga þannig að það verður gerir eitthvað í dag sem betra heldur en var áður. Þeir sem gerði á Lötu fyrir 40 árum síðan, þeir gera á Tesla í dag og það himinn og haf þarna á milli. Bílarnir hafa sem sé þróast. Þeir eru sammála það. Í húsagerð, húsbyggingum og skipulagsmálum á þetta líka vera til staðar. Því miður verð ég að segja að oft á tíðum í skipulagsmálunum þá þessi þróun að vinna ekki. Það eitthvað annað sem ræður því hvernig við skipuleggjum hverfi. Einhver önnur sjónarmið, hvort sem það eru verktakar eða pólitíkusar eða hverju sem En þróunarreitur eitthvað fyrirbæri í skipulagsmálum sem til. Ég búinn að reyna að googla þetta og ég fæ voða litlar upplýsingar þetta. Og ég ætla að nefna bara lítið dæmi sem þó að það sé nú að bera í bakka fullan lækinn að tala Odderinn á Akureyri. Þar var þróunarreitur, það var eins og svolítið sérstakt því að byggingaraðilinn eða sem sé verktækinn, hann átti þennan reit þarna, en hann var skilgreindur á skipulagi sem þróunarreitur ef ég man rétt. Það þýðir það að þá hefði átt að þróa eitthvað nýrra, eitthvað öðruvísi. En hvað gerðist? Það komu hús sem voru byggð og byrjaði að byggja og hafa ekkert breyst síðan 40-50 ár síðan. Hótelbyggingar upp og niður Ameríku, Flórída, Spáni og alls staðar. Þetta eitthvað sem ég kalla ekki þróun. Þetta bara endurtekning á einhverju sem var fyrir. Alveg sama hvort við nefnum þetta einhverju nöfnum eða köllum þetta einhverju segli eða eitthvað annað. Það breytir engu þetta. Þetta ekki neitt nýtt. Ég hef oft talað það að á fundum af hverju við byggjum ekki eða gefum fólki kost á að byggja smáhýsi eins og hérna fyrir aftan mig. Ég hef verið spurður mikið það, get ég byggt svona hús, get ég fengið lóð undir þetta á Akureyri. Ég svara því til, þið getið örugglega fengið lóð undir þetta, en hún þá svo risastór að það passar ekkert við sem sé hugmyndina smáhýsi. Því að fara í smáhýsi eitthvað sem hendar ákveðnum hópi fólks sem jafnvel býr erlendis, stutt í bænum eða námsmönnum eða eitthvað. Norðurlöndunum þekkjum þetta undir heitinu annex. Þá svona lítil hús á lóðum, einbýlishús á lóðum. Þú mátt leigja þetta út, þú mátt láta foreldrana eða börnin búa í þessu. Þú mátt bara ekki selja þetta nema með húsinu. Þú má ekki skilja þetta frá lóðinni sjálfri. En að húsunum aftur, ég ætla að vera svolítið sjálfhverfur í dag og taka 4 hús smáhýsi sem ég sjálfur hef teiknað. Það ekki vegna þess að þau séu svo fín eða flott, það annarra dæmi það, ég læt það alveg vera. En þetta allt hús sem ég hef verið spurður má ég byggja þetta og get ég gert þetta? Ég þarf ekki meira, ég á ekki meiri pening og ég vil ekki lóð. Ég nefndi þetta á fundum hjá Akureyrarbæ, þeir tækja ekki svona þróunarreit fyrir og dragi aðeins vagninn og gæfi fólk séns á að gera þetta. Ég ætla að sýna ykkur byrjum hérna. Þetta var bjálkahús sem var flutt inn frá sennilega Eystrasaltsríkjunum einhverjum, sett upp hérna og ásamt fleiri húsum sem voru utan við Húsavík. Þetta sé hluti af þeim pakka. Þetta var sett upp hérna og hjónin sem hérna bjuggu voru hér í þessum tíma. Við tókum okkur svo til, ég teiknaði svo viðbyggingu við þetta hérna, þar sem stóri glugginn Húsið upprunalega, það var 20 fermetrar. Viðbyggingin hérna litla sem var undir þaki eða skygni, hún var 8 fermetrar, þannig að húsið komið í tæpa 30 fermetra upp í staðið. Þessi pínulitla lenging, þessir 8 fermetrar, þeir gjörbreyttu húsin alveg hrein. Það þurfti ekki meira til. Þau eru svo búin að selja þetta núna og aðrir kaupendur komnir að þessu húsi.
Við einangruðum allt saman að utan og náttúrulega segja við, því að ég vann hér með smiði við þetta líka og ég stundum grínast með það er gott að hafa arkitektinn á húsinu í smíðavinnunni því þá arkitektum aldrei bölvað á byggingarstað. En við einangruðum þetta utan, við hafa klætt með þessari láréttu klæningu sem hérna, þakið var einangrað og það var sett sink á þakið aftur. En við skulum labba aðeins að húsinu og kíkka á það. Jæja, þá vorum við komin hér inni. Þetta rými sem ég stend í núna, þetta var pallur bara hér úti. Þetta endaði hér uppi, húsið, hér var veggur og hurðin inn. Og þetta þessi örfáu fermetra sem húsið var lengt það sem sé hingað og hérna fram. Þetta var, settum á þetta stórar hurðir, þannig að hér hægt að opna alveg. Hér hægt að opna vel út og fá birtu og yl hérna inn. En eins og ég segi, þetta gjörbreytti húsinu, þetta pínulitla og nýtingunni á öllu húsnæðinu. Og gaman að segja frá því að sú sem að keypti þetta heitir Elín og með svona hönnunarbúð á Akureyri einmitt og auglýsi hann aðeins að hún með þessa púðalla hér og sessur og alls konar hluti sem hún að selja, potta hér og úti og ýmislegt. En þetta bara lítil snyrting hérna og svo erum við með lítið svefnherbergi og stofu og hægt að sitja hér í birtunni úti. Þannig að meira þarf ekki til þess að gera þetta bara hreinlega visslegt og það bara fjöldi mann sem geti búið í svona húsi. Einstaklingar eða eldra fólk sem eitt eða guð má vita hvað. Það þarf bara að búa því umgjörð til þess að fólk geti komið þess á stað. Það þarf að gera því kleift að gera þetta. Það byggir engin svona hús á risastóri lóð í dag eins og verið að útluta. Fyrir utan það, þetta fólk myndi hafa svona sameiginleg áhugamál. Það eina sem við gerum í smáhúsum í dag, það kannski að byggja fyrir fólk sem var svona minna mál sín í samfélaginu, en það ekki það sem ég að tala heldur bara íveru staður hreinlega, þar sem fólk notar þetta, þarf ekkert meira, getur verið að sé í ferðalögum eða hvað sem en allavega til skoðunar og ég ætla að við kíkum á 3 í viðbót af þessari stærð, miðstóra vísu en ég nefni þetta bara sem möguleika. Jæja, þá erum við komin að enn einum bústaðnum hérna í Fnjóskadal og nú er ég sjálfhverfnin algjör, nú erum við komin að sumarbústað sem ég sjálfur á hérna, teiknaði og smíðaði. En það kannski ekki það sem skiptir máli, heldur það stærðin á honum enn og aftur. Ég flokkaði þetta undir smáhýsi. Þetta litlir 40 fermetrar og það af vísu 20 fermetra svefnloft inn í honum, svefnherbergi, bað og stofu og eldhús. Kannski gert þetta aðeins stærra í dag eða hefði vitað að við yrðum svona mikið hérna en við erum hér heilu sumrin og jafnvel jól og páska ef við erum ekki erlendis. En allavega, ég lék með pínlítið með hlutföll í þessu og hann óeðlilega eða mjög hár bústaðurinn, það séu 6 metrar sem hæstir og ég sjáum það betur þegar við komum inn því að maður getur svona ruglað pínlítið rýmið. Ég hef stundum sagt það fyrir hverja 2 metrar sem hún ferði upp í lofti þá getur þú farið 1 metr inn og þú hefur sömu rýmistilfinninguna inn í húsinu. Það sýnir ykkur þetta aðeins betur á eftir. Þessi gerður úr viðhaldslausu efni innan gæsalappa. Það auðvitað ekkert efni viðhaldslaust fyrir að síðar kemur að því. En þetta rekaviður sem sé, hann bara skorið niður og ekkert borið á hann eða gert neitt fyrir hann. Ég var búinn að reikna með því ég þyrfti að skera þetta yfir. Ég fengi aldrei svona langar spýtur í þetta. En staðreyndin svo að þetta allt heila lengdir í þessu, það hvergi samskeytt á þessu. Það þýðir það að bjálkarnir, þetta frá þessari breidd og alveg upp í svona, að þetta hafi ekki verið nein smá tré í fjörunni áður en að þetta var rist niður. Ég ætlaði ekki að trúa þessu þegar ég sá þetta.
En þakið svo aftur með ekki grasi, heldur úttakaengi á. Ég var búinn að nefna áður í þáttum að við megum ekki nota gras eða eigum ekki að gera það. En ég geri ekkert fyrir þetta og það má eiginlega ekkert gera neitt fyrir þetta. Ég vökva þetta ekki, ég ber ekki á þetta. Þetta passa sig algjörlega sjálft. Vegna þess hversu fúavarið þessi viður að þá hérna, það náttúrulega, þetta gegnsósa salti og sandi, að þá gránar þetta miklu hægar heldur en allur annar viður. Þetta norðurhliðin hérna, hún svo eina sem orðið svona silfurgrá eins og við vildum hafa þetta. En uppi hér undir, þar sem skjólið þar ætlar þetta ekki að grána fyrir seinna einhvern tímann. Og það líka gaman að þessu að þegar ég setti þetta upp fyrst eða við, fékk nú aðstoð við það náttúrulega, þá gat maður ekki strokið eftir þessu öðru svona að fá flís. Þetta var svo rosalega gróft og ýft allur viðurinn, en í dag þá þetta alveg orðið silkimjúkt. Það hægt að skipta á ungabarni á þessu. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilegur viður og við sjáum hérna stærðarmuninn á þessum mjóu fjöl hér, svo höfum við eina breiða hérna og svo það breiðari sem staðar annars staðar. Þannig að þetta, eins og ég segi, þetta hafi ekki verið neini smá mólar sem voru hérna. Og svo var allt notað hérna, við getum, ef við löbbum hérna aðeins áfram, útisturtan hérna og það sem ég er með hér, þetta gamli stillasinn sem var utan á húsinu þegar ég var að byggja. Það var allt saman nýtt niður, það var rist niður í hérna, svona lektur sem við notuðum í þetta og smíðuðum hér útisturtuna, pallana. En eins og ég segi, þetta allt nýtt úr öllu sem var hér fyrir. Þá erum við komin inn og nú skulum við aðeins að sýningu, ég veit ekki hvernig þetta næst á mynd, en þessir 40 fermetrar hérna, og það að veru svona rúmi 20 hérna inni, það ekki meira samt, eldhúsið og borðstofan og stofan hérna, en lofthæðin hérna, hún náttúrulega gífurlega mikil og eins og ég sagði áðan að það allt annað ef maður hefur þessa lofthæð, þá getur maður þrengt þetta niður svolítið mikið. Þú hefur þessa rýmistilfinninga, þér finnst ekki þrengja neitt að þér. Og á sínu tíma þá hafði ég ekstra lofthæð hér, þetta náttúrulega miklu meira sjáum miðað mig. Ég næ svona öllu jöfnu upp í 2,50, þannig að þetta orðin rúmið 3 metrar þar sem þetta lægst til lofts og svo með tiltölulega bröttum halla upp líka. Við getum ímyndað okkur, ef þetta væri venjulegt hús, þá værum við komin einhvers staðar hér niður með þakið, við færum hérna upp og svo niður aftur, þá þetta orðið pínu lítið og eiginlega óþægilega lítið til að vera í. En með þessari lofthæð, þá fáum við þessa fínu rýmistilfinningu. Það er bara gott að vera hérna inni. Þetta eiginlega gullinsnið upp og svo aðeins, kannski ekki alveg rétt hérna niðri, en svona nokkurn veginn. Og svo svefnloftið hérna uppi náttúrulega líka sem hjálpar mikið upp og það opnar inn á svefnloftið. Það ekki aflokað eða neitt. En það ekkert mál fyrir 1, 2 að búa í svona húsi ef við förum með þetta til þess bara í bæinn. Það þarf ekkert stærra fyrir fólk sem kannski að vinna erlendis, á Spáni kannski megnið vetrin og bara hérna yfir sumarið, eða bara einstaklinga sem þurfa ekki meira og vilja gera eitthvað annað við peninginn. Þá þetta alveg yfirdrifið. Það allt til alls hérna. Það stofa, borðstofa, eldhús, mætti kannski vera litið stærra, en það baðherbergi og það hjónaherbergi og þannig að, eins og ég segi, meira þarf ekki til. Svo veit ég að þetta sést á örugglega drónamyndunum og fólk að furða sig á hvað þetta en þetta svona eina hliðarsögunum sko. Þetta furðudýri sem ég svo að framleiða líka og selja, þannig að þau eru hér í svo kallar í gránun hjá mér. Svo fara á þetta hálsar og annað. Nokkrir hérna uppi sem að hanga. Þannig að þetta já, ég veit ekkert hvað ég að segja.
Þá erum við komin inn í Eyjafjörðinn aftur og eins og við sjáum fullur af þoku hérna. Fnjóskadalnum var engin þoka og við ætlum að við erum svo heppin að við erum fyrir ofan hana núna. Þannig að ég ætla að fjalla aðeins hérna lítil hús sem ég teiknaði fyrir svona cirka 7 árum síðan. Sá sem að bað þetta, hann lét mig vita hvað húsin ætti að kosta. Og þetta var tiltölulega einfalt allt saman. Ég hafði ætlað að teikna stærri hús fyrir hann, en þetta er allt útleiguhús fyrir túrista. Ég veit hvað fermeturinn í húsi kostar, þannig að þetta var mjög einfalt. Ég gat teiknað hús sem var svona um það bil svona 20 fermetrar. Það gat ekki verið stærra vegna þessarar grensu eða á fjármagni sem átti að fara í þetta. Þannig að það fór að skera þetta mikið niður og hvað gerir maður þá? Jú, maður reynir að rugla fólk aðeins í rýminu. Ég hef verið spurður aðeins nefnilega af hverju þökin svona, af hverju hurðin svona græn og af hverju gluggarnir svona í henni. Ég get útskýrt með þakið á þessu. Þetta er einfaldlega til að geta komist upp á loftið. Sjáum það þegar við förum inn á eftir. Getum komist upp á loftið á þess að reka sig upp undir. Það er annað líka í þessu að ef maður er með mishalla þak eða ekki symmetrískt eða samhverft. Ef maður er með samhverfan hlut, lóðrétta línu á milli, hægri hluturinn, hann er spegilmynd af vinstri hlutnum og öfugt. Þú veist alveg nákvæmlega átt ekki að sjá helminginn á húsinu og veistu hvernig hinn er. Ef þú gerir þetta svona, þá getur þú ruglað þannig að þú ert ekki alveg með á hreinu hversu stórt rýmið er. Þú hefur ekkert svona fast í hendi eiginlega, þetta ruglar pínulítið kollinn á okkur. Og ég veit þessu óspart þegar maður þarf að fá rými til að líta út fyrir að vera stærra heldur en það er. Græni liturinn er nú bara sérviska arkitektsins og gluggarnir líka, en þetta er líka bara til að brjóta upp tiltölulega einhæfan flöt þarna. Hann er einhæfur vegna þess að þetta mátti ekki kosta meira, þannig að það er engin skot eða útskot eða brot eða neitt í þessu. Þannig að við skulum labba aðeins inn og kíkka á þetta. Ég ætla að segja samt í leiðinni að það getur vel verið að sé einhver sem segir, og það hefur verið sagt um mig, það býr enginn í svona húsi, 20 fermetrar. Og ég segi bara, við vitum það ekki. Við höfum aldrei látið reyna á þetta. Jakob Lyngdal, umhverfissálfræðingur, hefur sagt það þarf að rannsaka hlutina og ég er honum svo innilega sammála. Við getum prófað eitthvað en síðan þurfum við að rannsaka þetta, spyrja spurninga og vita af hverju fólk er að leita, því að það kaupir allt í dag sem boðið er, af því það er ekkert annað í boði. En hver veit nema vilji einhverjir búa í svona húsi eins og þessu og þurfi ekki meira. Við getum ekki ákveða fyrir einhvern annan áður en við förum að rannsaka þetta. Þannig að þetta gæti verið eitt af þessum húsum sem við værum með í þessum margumtalaða þróunarreit á Akureyri. Það er ekkert mál að byggja þessu hús þannig að það sé hægt að flytja þau. Ef að þetta fer allt í fjandans, það er hægt að leigja þetta út fyrir skólakrakka eða hvað sem er. Þetta verður ekkert ónýtt. Við erum að flytja sumarbústaði þess og krussum landið á bílum í dag og það bara byggja þetta þannig að það sé hægt. Þannig að skoðum þetta aðeins, það drepur okkur ekki og miðað við alla þær þarfir sem við höfum í dag, hversu margar þær eru í, fatavali, matar, vinnu eða öllu, því skildum við ekki bjóða upp á fleiri valmöguleika í húsakosti líka. En löpum inn. Þá erum við komin inn hérna og nú erum við með þetta flotta útsýni hér yfir fjörðinn, út fjörðinn og suður fjörðinn. Við erum með borðstofuborð hérna. Við erum með pínulitla eldhúsinnréttingu en nóg fyrir þetta fólk sem er í gistingu hérna og svo örlítinn sófa hér. Svo er þetta sama brellan og ég gerði í bústaðnum mínum, en ég var að segja ykkur frá lofthæðinni. Hún kemur hér líka í þetta með þessu mishalla þaki og þessari gífurlega miklu lofthæð sem gerir það að verkum að húsið það virkar miklu stærra heldur en það er. Og við getum tekið bara dæmi hérna, ef við tækjum loftið eins og það er hér frammi,
Þessa línu hérna og yfir, þá er ekkert búandi hérna eða verandi hérna inni, þetta er orðið svo lítið. En með því að taka þetta svona, þar sem lofthæðin er jafnvel orðið meiri heldur grunnflötur hússins, þá getum við lyft okkur þetta. Og svo getum við opnað þetta og nota gler og fleira, en við skulum kíka líka þessu. Hérna er fullkomið baðherbergi inni, það er ekki stórt, en það er allt til alls hérna. Við erum með vask og við erum með snyrtingu, við erum með stóran spegil, við erum með góða sturtu hérna, við erum með glugga á baðinu. Þetta er allt til alls. Það þarf ekkert sjálfur sér mikið meira. Það er ekkert hnoð eða neitt vesen hérna. Vaskurinn að vísu svona, hann sleppur, en þetta gengur allt saman upp. Og svo höfum við passað að hafa þetta var klætt með krossvið sem við lökkuðum svo. Þannig að þetta er allt svona ljóst. Það er ekki, sem betur fer á svarta línan ekki komin í gagnið þegar við vorum að þessu. Þannig að þetta er bjart, þetta er fallegt og hérna, ja, nú segi ég fallegt, þetta er hæla sjálfum mér. Þetta virkar eins og þetta átt að gera, en þetta var alveg skelfilega lítið á teikningu þegar við vorum að skoða þetta. Ég ætla aðeins að labba hérna upp þennan litla stiga hér. Og þá förum við að skilja hérna þegar við komum upp, af hverju þakið hallar svona, því að hefði það verið samhverft, þá hefði ég aldrei komist með hausinn hér upp. Þannig að þar sem að hallinn getur verið minni, þar er hann það, en þar sem að þarf að vera hærri eins og hér, þá er það hærra. Við erum með neyðarútgang hérna, við erum með hjónarúm hér, og það er bara ágætis pláss. Það eru borð sinn-hvoru megin við, og svo náttúrulega flott að standa hér uppi og horfa niður. En eins og ég segi, það er hægt að búa í svona og ég hefði viljað láta reyna á þetta fyrir fólk sem er eitt eða ungt fólk eða leigja þetta út sem fyrir stúdenta og ég held að það hafi verið bara mjög mikil leiga í þessu húsum hérna, það gengi vel með þau og svo get ég náttúrulega sagt það að ég held að fólki finnist þetta annarkvort mjög fínt eða mjög ljótt, ég held að sé ekki þar á milli. Ég fengi skaflan yfir mig að skömmum yfir þessum barnalega arkitektúr en ég hef líka fengið hól og margir ánægðir með þetta. Það var reynt að hafa líka sem viðhaldslausastan viðinn utan á þessu þannig að það er mjög fljótlegt að bera á þetta, þetta er bara hálfþeykjandi og fljótlegt að sulla á þetta. Fyrir aftan okkur hérna erum við svo með fjárhús, þar eru 2 stórar íbúðir og það var tekið í gegn alveg frá A til Ö og breytt úr fjárhúsunum. En við skulum færa okkur aðeins sunnar í fjörðinn og kíkja á annað hús. Það er 30 fermetra einbýlishús á 3 hæðum. Skoðum það. Þá erum við komin hérna aðeins sunnar í Eyjafjörðinn og hérna, þetta er síðasta húsið sem ég ætla að fjalla í þessum þætti. Ég kalli þetta smáhýsi líka, vegna þess að þetta er einbýlishús. Þetta er 30 fermetrar og 3 hæðum. Enn og aftur er ég að gera þetta, ég teikna hús sem er hærra heldur en grunnflöturinn og það svona ruglar pínulítið rýmistilfinninguna, hún verður skemmtilegri. Þetta er klætt með íslensku lerki alltaf utan sem verður svo bara leyft að grána og við höfum klætt þetta þannig að það eru 2 borð og svo 1 upp á rönd til að fá aðeins meiri dýpt í húsið. Á jarðhæðinni hérna niðri sem ég kalla, þar er eldhús og pínulítið stofa og þá er maður inn í skóginum eins og ég er núna. Maður sér ekkert mikið, það er ekkert mikið útsýni, ég sé aðeins í súlur hérna. Fyrir þá sem þekkja til en að öðru leyti þá erum við hérna niðri í skóginum. Á annarri hæðinu uppi var vinnustofan hennar en hún sagði mér, hún Rebekka sem býr hérna og er listakona frá Sviss og búin að vera hér í mörg ár, að hún væri komið aðra vinnustofu annar staðar. En þegar maður er þar uppi í þessari vinnustofu til hann að gera eitthvað þarna, þá er þetta fína útsýni fram fjörðinn. Og síðan er upp á efstu hæðinni, sem aflangi glugginn er lárétti, þar er svefnherbergið
og þar glugginn settur í efri brún á rúminu, þannig að ef að Rebekka mín velti sér þá blasir allur fjörðurinn við hérna og fjallarhringurinn alveg. En allavega, þetta kalla ég líka smáhýsi og þetta getum við líka byggt í bænum. Og ef við förum nú yfir þetta og summum þetta upp, það sem ég hef verið að tala í dag, að þá höfum við hérna einhverjar 4 gerðir af húsum sem eru í raun og veru ekkert líkar innbyrðis, en geta öll flokkast sem smáhýsi og gætu verið í þessum þróunarreit hugsanlega, eða bara einhver önnur hús. Ég segi þetta bara til þess að það eru svo ótal margir möguleikar að byggja öðruvísi heldur en við erum að gera í dag fyrir fólk sem að vill búa öðruvísi heldur en meðaljónin vill gera í dag. Þá fyrir að segja þessu lokið héðan, en ég ætla að taka fram núna að það hún Rebekka, vinkona mín, hún hefur hannað þetta megninu til hér inni fyrir sig og sínar þarfir. Þetta það sem ég var að tala alltaf með smáhýsin og neytendurnar, að við erum að vinna fyrir þá en ekki fyrir einhverja verktaka eða byggingareftirlit eða eitthvað annað. Og hún vann megnið af þessu sjálf líka í smíðavinnunni hérna inni. Kristján okkur, smiður hér, þekktur á Akureyri, kom á morgnana, var meistari á húsinu. Hann kom hérna á morgnana, lagði línurnar, setti í auðvitað glugga og sperrur og þetta þunga og stóra. En Rebekka fékk verkefnið á morgnana og svo kom hann á kvöldin og tók þetta út. Þá var hún búin að vinna þetta. Þannig að málingarvinna og spassvinna og einangrun og rakkasperrur og allt mögulegt, það var verk Rebekku í þessu. Þannig þetta búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt verkefni, bæði að fá að vinna þetta með henni og fá að fylgjast með þessu og sjáu þetta svona, ekki bara rísa heldur þroskast í allt umhverfið hérna í kring. Ég veit að hún listakona, en það er samt hæfileika til að fá þetta allt til þess að úr bara eiginlega skólausri brekku að verða að því sem þetta orðið núna. Það eins og þetta hús hafi alltaf staðið hérna. Og ég tala nú ekki þegar hænurnar eru komnar og allt þetta, það bara eins og þetta, já eins og ég segi, staðið hérna í 100 ár. En það þarf hérna, þetta hægt og við þurfum ekki alltaf að byggja á láréttu, svo ég hamri nú að því eina ferðin enn. Við getum gert þetta svona í hliðarhalla og öðru án þess að fara með jarðýtur og eyðileggja. Það kúnst að gera þetta að fella hús að landslagi, en það hægt. Svo bara þakka ég fyrir okkur í dag.